Ok. Þá byrja. Allir tilbúnir. Komið blessu og sæl. Ég heiti Sirrý og verið hjartanlega velkomin hingað í Hannesarholt sem heimili heimsmarkmiðanna. Við ætlum að ræða saman til klukkan 7 það hvort hægt sé að klæða sig sjálfbært. Og áður en ég kynni gesti mína í panel eða pallborði að þá langar mig að gera smá könnun. Bara réttið upp hönd og haldið í smá stund svo við getum séð hverjir kaupa stundum notuð föt sem þeir gangi í. Þetta er 90%. Ok, hverjir eru í einhverju núna, einhverju svona gömlu, virkilega gömlu? Vá! Ok, síðasta spurningin í þessari skoðanakönnun. Hversu margir sauma eða gera við sjálfir eða sjálfar? Vá, vel gert. Takk fyrir að taka þátt í þessari skoðanakönnun. En mig langar að þakka henni Ragnheiði Jónu Jónsdóttur sem er stofnandi Hannesarholts fyrir að hafa látið þennan draum sinn rætast að hafa þennan stað sem heimili heimsmarkmiðanna og gefa okkur svo mörgum, bæði hér í Hannesarholti og í rafheimum, tækifæri til að njóta þessarar umræðu, að koma saman og ræða það sem skiptir miklu máli. Þetta er virkilega mikilvægt. Og við ætlum sem sagt að heyra í sérfræðingum og við ætlum líka að heyra í ykkur og við skulum bara kasta boltanum svolítið á milli. Og við erum í raun og veru að ég er með 3 laufléttar spurningar svona í grunninn, má segja, og það er sem sagt hver er vandinn, hver er lausnin og hvað gerir þú í þessu? Þannig að þetta eru laufléttar spurningar og svona til þess að tengja okkur aðeins við þetta, sem sagt 80% af öllum fatnaði endar í urðun eða brennslu. Eins og allt í kringum okkur sjáið. 35% af örplasti í hafi má rekja til fatnaðar. Og á hverri sekúndu er sem samsvarar 1 ruslabíl af vefnaðarvöru urðað eða brennt. Sem sagt 1 sekúnda. 1 ruslabíl. 2 ruslabílar. Þetta er rosalegt. Og til þess að ræða þessi mál eru þau hingað komin. Það og við erum hér í góðum félagsskap fagfólks. Það Ragna Bjarnadóttir, hún fagstjóri fatahönnunarbrautar Listaháskóla Íslands. En Ragna starfaði hjá stórum dönskum þekktum fatamerkjum eftir útskrift og meistaranámi í fatahönnun. Og eftir nokkur ár í iðnaðinum þá áttaði hún sig á því að þetta bara samræmdist ekki hennar umhverfissjónarmiðum. Svo hún hætti og kom sem betur fyrir heim frá Danmörku og sem sagt fagstjóri fatahönnunarbrautar LHÍ. Og síðan það Sigríður Ágústa, fatahönnuður, en endurvinnsla og sjálfbærni henni ofarlega í huga. Hún hefur kennt meðferð textíls í grunnskólum og vinnur með og hannar á tónlistarfólk eins og til dæmis Bríeti. Hún hannar með umhverfishyggju að leiðarljósi. Ég er spennt að heyra hvernig það gert. Og svo það hann Freyr Eyjólfsson, hann verkefnastjóri hringrásarhagkerfis hjá Sorpu. Og ég vek bara alveg sérstaka athygli á flottum sjónvarpsþáttum sem hann með ásamt henni Sigríði Hannesdóttur á RÚV og það eru þættirnir endurtekið og það var einmitt núna í síðasta þætti fjallað textíl og hægt að sjá það á sarpinum. En sem sagt, nóg komið af þessum inngangi og ef ég bara kasta boltanum mér á vinstri hönd og spyr þig fyrst, Ragna, hvernig þetta málefni, hvernig viltu kynna þig aðeins segja okkur svolítið frá þér í þessu sambandi? Hvernig tengist þú þessu málefni núna? Núna náttúrulega við það að vera kennari og fagstjóri og svona svolítið skilgreina hvernig námið á að vera fyrir nemendur. En þetta alveg eitthvað svona sem að skiptir miklu máli og búið að gera það svona meira og meira.
þetta er líka svo, þetta er eitthvað svo nýtt einhvern veginn og mjög maður fattar þetta, það getur maður ekki farið tilbaka og þá fer maður bara lengur og lengur um hóluna einhvern veginn. Þannig að þegar ég var í bíónáminu sjálf, það var bara einhvern veginn enginn að pæla í neinu svona, það var bara, ég man eftir að við ætluðum að vera með eitthvað verkefni, við áttum svolítið að búa til businessplan í einu verkefni og ég og hópurinn minn, þá var maður ofta eitthvað að selja fötu svona í kólaportinu bara meira til þess að græða pening sko. Og við komum með hugmyndina að stofna svona verslun þar sem að, þú veist, allir geta annað komið dót eða verið með bás og svo myndi einhver sjá þetta allt og þá getur maður selt í gegnum það. Og þetta gæti enda svona frábærlega og ég sagði að ég hef fundið upp extra loppuna en ég gerði það ekki af því að kennararnir sögðu bara eitthvað svona nota, það vill ekki kaupa það, þeir eru í hönnunarskóla, hvað er að gera? Þú veist, bara burt með þessa hugmynd. Og við endum á því að hanna einhverja ógeðslega ljóta, eitthvað svona túrista, svona gripi, svona foss, vatni kom úr og það var frábært. Og svo í mastersnáminu hjá mér líka, þá var ekkert rosalega mikið þannig sé frá skólanum, nema svo kom fyrir lokaverkefni þá kom svona eitthvað frá yfirvaldinu í skólanum að við áttum nú að taka tillit til eins af þessu heimsmarkmiða í verkefninu okkar. Og kennararnir eitthvað svona, já, þú veist, veldu bara eitthvað sem hendar þér ótrúlega vel, að segja bara eitthvað eftir og skrifa eitthvað smá. Þannig að þú veist, það var ekki mikið verið að pæla í því. En það er þetta núna búið að endurskrifa all mastersnámið til þess að fókusa bara á sjálfbæra fatahönnun. En ég kynntist þessu svona svolítið þar og líka áður en ég fór í mastersnámið þá var ég að vinna hjá fatamerki á Íslandi þar sem vorum framleiða í Indlandi og þá sá ég svona í fyrsta skipti að það er alveg sumir sem þeim er bara svolítið sama þetta. Við vorum að fá inn kannski einhverja buxur, saumarnir slitnuðu, þú veist, leið í beygði hnén. Það var bara eitthvað, átti ekki að skipta neinu máli. Við áttum svolítið að borga fyrir allt og það var einhvern veginn ekki séð sem vandamál. Það var ekki einu sinni einnota? Nei, nákvæmlega, ekki einu sinni. Og svo þegar ég var búin með mastersnámið þá var ég farin að vinna hjá bara stóru fyrirtæki út í Danmörku og þá einhvern veginn vonar maður alltaf maður kemur úr þessu kreatífu búblu og svo er maður einhvern veginn komin á vinnustað og heldur að séu allir að gera sitt besta og svo er ekkert allir að gera sitt besta. Og það var alveg svolítið bara svona tuska í andlitið einhvern veginn að sjá að það er allir að klappa sér á baki fyrir alveg minnsta sem hægt er að gera. Þetta er svo mikið svona markastengt að þetta snerist að við áttum að uppfylla einhverja lágmarkskröfur þannig að við gætum merkt flíkurnar sem grænar og sú krítería var að 50% af bara aðalefnin í flíkinu átt að vera frá meira sjálfbærum uppruna. Það var ekkert verið að pæla í tölum, aukahlutum, fóðri, hvaðan kom, hver var búin til. Og svo gátum við sagt, já, 40% af allir hauslínu er grænni en það þýðir samt bara að 20% af aðalinnihaldsefnunum eru þar og ekkert annað. Og ég fór bara einhvern veginn að taka svo mikið eftir líka að það voru alltaf einhverjum sölufundir og þeir að tala að við erum að selja svo mikið og ég var alltaf bara, þú veist, með sting í maganum yfir þessu og að fagna inn í mér þegar það gekk ekki nógu vel. Og Svikari, við hafa hugsað að svikari með alvor. En það tók mér alveg svona nokkur tækifæri að svona fara alveg frá þessu að vinna sem fatahönnur og þegar og svo sótti ég hjá Listaháskólanum og komst þangað inn og ég var ótrúlega ánægð og ég veit að það er smá svona mótorkennt að vera að mennta fleiri fatahönnuði af því að þú veist, það geta lengur sagt að heimur þurfi ekki fleiri fatahönnuði en ég er ekki alveg sammála, við þurfum bara að þú veist, kenna þeim rétt og styðja við þá og svo að þeir geti verið breytingin sko. En gaman að heyra Ragna hvernig þú finnur og hefur á þínum ferli fundið breytt viðhorf og ég finn til dæmis fyrir breyttum viðhorfum hvað það varðar að nú til dæmis allar stöð 2 að koma hérna, ég gleymdi að nefna það í upphafi, stöð 2 allar að koma hérna á eftir þannig að það verður allt í einu komið hérna inn með myndavélar en til þess að segja frá þessu, taka fyrst myndir svona hérna yfir og síðan munu þau lokka Magnús sem er hérna yfir þessu verkefnistjóri heimsmarkmiðana í Hannesarholti að þau munu lokka hann út hérna í beina útsendingu í fréttum stöðvar 2 og þetta finnst mér vera gott dæmi að þetta er að breytast. Fyrst það er hægt og við vorum ekki eins og að biðja þetta
þau báðu þetta. Þannig að það er eitthvað gott að gerast og breytast. En hvað segir þú, Sigríður Ágústa? Hvernig tengist þú þessum málefnum? Já, ég útskrifaðist úr Listaháskólanum árið 2019 og skrifaði lokaritgerðina mína sjálfbærni í fataiðnaðinum og var svona veltaði fyrir mér hvort það væri bara yfir höfuð hægt. Og ég hélt síðan áfram aðeins með þær pælingar út í útskriftarverkefnið mitt og þar sem ég bjó til svona karakter sem var svona fyrrum svona einhver liður svona voða glamúrus lífi og þurfti allt í einu bara að fara að hægja á, gera sjálf og bara nýta það sem hún átti til heima, bara til dæmis svona áklæði utan að fallegum sófa, gæti hún nota bara í kápu eða jakka, gardínur og dúka, gæti hún notað í kjóla og svona þessi pæling. Og ég hef svolítið haldið áfram með það eftir útskrift og já, gert ýmis samstarfsverkefni, meira að segja með 66 gráður norður og Bríeti, þar sem við fáum annars flokks fatnað eða textíl frá 66 sem er ekki hægt að selja áfram og við gerum nýtt úr því sem verður svona showpiece þá fyrir Bríeti. Og já, ég hef bara mjög gaman þessu. Ég er ekki, ég framleiði ekki í neinu magni, þú veist, ég er bara að gera eftir svona made by order, svona eftir pöntunum og þannig líka ekki á neinum lager og nota bara svona einmitt svona pínu textíl sem ég finn á nytjamörkuðum og já, reyna að vinna þetta svolítið þannig. Bara að hafa smá gaman að þessu. Þannig að þegar við sjáum Bríeti í einhverju rosalega flottu og töff og manni finnst þetta glæný, þá er mjög líklegt að þetta sé eitthvað sem var gallað frá til dæmis 66 og þau eru búin að endurvinna að búa til úr því eitthvað alveg æðislegt. Það er verkefni sem við höfum gert síðastliðin 3 ár, svona fyrir Verslunarmannahelgina og það er mjög skemmtilegt verkefni og síðan höfum við bara fyrir fleiri viðburði líka gert. Þú veist, ég hef farið í Hertex og keypt bara golfmottu og við höfum gert kjól úr því eða gamlar blúndu gardínur og gert outfit fyrir bara fyrir ædolið eða eitthvað svona. Þannig að þetta er svona, já, smá skemmtilegt. Já, ég vissum að getur samið að fá að taka eitthvað af þessu bóka með þér hérna til að búa til úr þeim. Ég sá mynd á Instagram, hún var í einhvern svona bútasöngsbuxum. Já. Það er til? Nei, reyndar ekki. Þær voru heklaðar af annarri stelpu. Bara minnst svo, líka bara Listaháskólann eins og frábær, eins og þú varst að tala það var ekki eitthvað svona sjálfbærnis pælingar þegar þú varst. Það var sko klárlega þegar ég var. Og mér er svo gaman að sjá, þú veist, þá þróun og bara krakkarnir sem eru að koma upp núna, þau eru öll einhvern veginn með þetta leiðarljósi og af því að þú veist, það er bara staðreynd, við þurfum ekki fleiri föt en það vilja samt allir líta vel út og klæða sig upp og svona og ég held maður að ég bara reyna að hafa smá gaman að því en ekki samt á kostnað náttúrunnar. Ekki á kostnað náttúrunnar, bara af því að þeir sem ekki heyrðu hérna í byrjun, bara rifjum aðeins upp, 80% af öllum fatnaði endar í urðun eða brennslu, 35% af örplast í hafi má rekja til fatnaðar, á hverri sekúndu er sem samsvarar 1 ruslabíl af efnaðarvöru urðað eða brennt. 1 ruslabíl, 2 ruslabílar. Freyr Eyjólfsson, þú ert sem sagt að vinna hjá Sorpu, verkefnastjóri hringrásar hagkerfi Sorpu og með þessa fínu þætti á RÚV endurtekið. Segðu okkur aðeins meira frá hvernig þú kemur að þessu málefni núna. Sko, við hjá Sorpu komum að þessu þannig að 1. janúar 2023 þá taka gildi ný lög sem eru stundum kallað hringrásarlögin og sem er umtalsverð breyting bara fyrir úrgangsstjórnun og þar er textíll skilgreindur sem heimilisúrgangur. Og þetta er Evróputilskipun og var samþykkt á Evrópuþinginu 2015 og sem sagt þannig að núna er hérna textíll skilgreindur sem heimilisúrgangur á bara alveg svo og hérna plastumbúðir og mataleifar og pappír.
Þannig að það í okkar skyldu, Sorpa náttúrulega í eigu 6 sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu að safna þá textíl sem að við fórum að gera í fyrsta sinn á þessu ári. Við erum að taka við keflinu af Rauða kross Íslands sem hefur sinnt þessu verkefni og mikið frumkvöðlaverkefni að ráðast í fatasöfnun og koma af stað öllum þessum fatabúðum. Mjög þarft og ánægilegt og flott verkefni, en núna þegar þetta er orðið svona stórt og mikið, þá þetta rauninni lagaleg skylda sveitarfélaganna að safna textíl og nú erum við búin að setja upp 90 gáma og erum að safna þessum textíl og erum satt best að segja bara dálítið ringluð. Af því að þetta er bara dálítið flókin úrgangsflokkur. Við sjáum bara hér á Íslandi og það sama gerist í Evrópu meðan svona plastið að minnka og pappirinn að minnka, þá þetta aukast. Og gæði þessara efna til endurnotkunar, það sem sagt að nota bara jakkan áfram eða reyna að laga, að verða verri og verri. Þannig að eins og þú nefnir, þetta rata því miður bara í brennslu og urðuna því það ekkert hægt að gera við þetta, svo teljum við vera. Hins vegar eru að fara af stað mjög spennandi verkefni í Evrópu og hér heima og við höfum leitað samstarf, til dæmis við konurnar í Fluff sem er eitt mest spennandi sprotafyrirtæki á markaðinu núna, með einmitt endurvinnslu á þessum textíl sem bara hreinlega ekki hægt að endurnota. Endurnotkun þá að bara nota þetta gamla borð hérna aftur, en endurvinnsla þá að tæta það í sundur og búa til spónaplötu eða eitthvað. Þannig að við viljum frekar endurnota heldur en að fara að endurvinna þetta eitthvað en við höfum verið í samstarfi og bara komið fram mjög heiðarlega. Við vitum ekki alveg hvað við eigum að gera við allan textíl og héldum fundum daginn ásamt umhverfisráðuneytinu og umhverfisstofnun þar sem við bara undir yfirskriftinni hvað eigum að gera við allan þennan textíl og bara köllum við til samtals alls konar fólk, hönnuði og sprotafyrirtæki og eru núna í samstarfi til dæmis með Fluff og fleiri hönnuði og það náttúrulega alveg stórkostlegt líka að fylgjast með LHÍ og þeirri kynslóð sem að rísa upp og mjög spennandi hluti sem að gerast í Listaháskólanum, þannig að við reynum að vinna með þeim og hjálpa þeim út af þeim efni. En við erum bara að stíga sem fyrstu skref og þetta er flókin efnisflokkur, þetta er mikil áskorun. Textíliðnaðurinn menga meira heldur en allar flug- og skipasamgöngur til samans og þetta er stórt umhverfismál, það er rosaleg kolefnislosun í textíliðnaði, þetta er eitt mest mengandi iðnaður í heiminum og nota mikið vatn, til dæmis þessar gallabuxur sem ég í, hvað haldið það þurfi mikið vatn til að framleiða einar gallabuxur, getið ímyndað eitthvað? Vil ég nefna einhverja tölu? Ég skapst einhverstaðar, ég þurfti að lesa það þrísvar, ég held að það var einhver auka núll þarna. Það þarf 10.000 lítra til að framleiða eina svona gallabuxu. 10.000 lítra og þetta er á svæðum þar sem er mikill vatnsskortur og mjög þurrt og vatn er dýrmætt. Og textíliðnaðurinn mengar sömuleiðis 20% af öllu hreinum ferskvatni í heiminum. Þannig að það er óbáslegt kolefnisspor og mengun af textílinum. Þetta er eins og þú varst að segja, það eru ofsalugur grænþvottur, þetta er náttúrulega, auðvitað eru fata fyrirtækin og tískufyrirtækin að reyna að gera sitt besta en það þarf umtalsverðar breytingar. Og svo fundinum hefur borist skilaboð frá Úganda. Þannig að mágkona mín Þórunn Hreggviðsdóttir býr í Úganda og hún vildi, þegar hún las þennan fund hérna, þá vildi hún koma þessum skilaboðum á framfæri að við erum líka á Vesturlöndum að kaffæra íbúum í Afríku úr okkar notuðu lélegu fötum, oft á tíðum lélegu fötum sem safnast þar og eru bara til vandræða því að þau bara trufla frumkvöðla og lítil fatafyrirtæki í Afríkuríkjum, þannig að við höldum kannski að við séum að gera gott með því að gefa þetta en við erum bara að færa vandann lengra. Og ef maður tekur bara þessu umhverfislegu sjálfbærni sem við varum að ræða núna og færum okkur yfir í til dæmis félagslega sjálfbærni, þá þetta 80% konur sem starfa við textílframleiðslu og við horfum náttúrulega að sjáum alltaf bara svona einhverja flotta hönniði, þú veist. Já. Coco Chanel og eitthvað svona en við gleymum öllum hinum konunum sem vinna á ökrunum
við gleymum öllum konunum sem vinna heima á sér baki brotni og þetta eru sko 90% sko störf sem eru láglaunastörf og valla hægt að kalla þetta láglauna. Það er svona, við erum farin að halla meira yfir þess að kallast þrælkun. Þetta eru 80% konur sem vinna við textíl, sem vinna í textíliðnaði á ökrunum í verksmiðjunum og við höfum bara séð hroðalega fréttir aðbúnað fólks í þessum verksmiðjum. Þannig að þetta er líka mjög feminist mál. Öll markaðssetning beinist gegn konum og þannig að þetta er mjög stór feminist mál. En svo er líka talað sko að þetta sé svo ódýrt, fólk heldur að sé að græða ef það er að kaupa eitthvað ódýrt, en þetta ódýra drasl er rosalega dýrt í stóra samhenginu. Það er dýrt fyrir umhverfið, þetta er samt ódýrt, föt eru mjög ódýr og hafa aldrei verið ódýrari. Já. Og það er einmitt vegna þess að þetta eru óboðsleg láglaunastörf. Já. Og Tema, ég bara verða að gauka því að ykkur að ég er alltaf að fá auglýsingar á samfélagsmiðlum eitthvað frá Tema þessu netdóti. Ég kæri það alltaf, ég svara alltaf, þó ég veit að breyti engu, þá svara ég alltaf og ég kæri þetta fyrir false news eða spam eða skam eða eitthvað, misleading information sem það er. En hvað langar ykkur helst, það væri rosa gaman, það er ljónum í salnum, hvað langar ykkur helst að við tölum Hvað er svona efst, ef við hvað er fyrsta sem kemur upp í hugan hjá ykkur, hvað viljið þið helst að þessi klukkutími snúist? Ég veit að hér eru margir sem hafa brenna mikið fyrir þessum málum, hafa mikið vita á því og líka vinna við þetta. Mér langar að heyra í Sigríði Tryggvadóttur og Fluff og því þú vinnur við svona, en bara fáum smá skoðanakönnun bara í salnum hvað viljið þið helst að þau tali og við saman. Hvernig er þetta að draga úr náttúrulega? Hvernig er þetta að draga úr þessu kaupæði á textíl og sérstaklega á Íslandi sem ég held að sé nú með við höfðatöluna góðu ansi hár og svo langar mig að spyrja bara strax að því að Freyr nefndi hvað væri erfitt að endurvinna textíla að skýra það eins út því að þó að einhverjir hafi nú hugmynd það hvers vegna það er að það væri mjög gott að segja frá því. Takk. Frábært. Við bara fylgjast með fréttum frá kollegum okkar í Evrópu talað og náttúrulega hönnuðirnir þekki þetta langt best, fólki sem að vinna við þetta eins og þið. Efnin að vera lélegri, þetta er meiri fjöldaframleiðsla og það er til að geta selt fötin ódýrari. Til dæmis, við erum með frumkvöðli á Íslandi eins og hún Bára í aftur, hún fer mikið í fataflokkuna verksmiðjur erlendis og kaupir notaðan textíl og hún hefur til dæmis sagt mér að hún sér þetta versna með hverju ári og hún segir mér að þannig tekur 1 tonn af textílúrgangi bara sem fer inn í svona fataflokkunum verksmiðjur, 1 tonn þá sé kannski hægt að nota 50 kíló. Þannig eru hlutföllin sko. En er það því að efnin eru léleg en sko varðandi að við þurfum að brenna þetta, hefur það ekki eitthvað með það að gera að þetta er blönduefni, þú veist, ef við erum með ull, þú veist bara eins og landvörðurinn gerði bara breytta yfir næsta lofaball sko, lofaballsum og bara hægja hana. Það er náttúrulega rosa mikið Endurvinnið, þú veist, ef þú ætlar að endurvinna efni, þú veist, efni upp í annað efni sem þú getur sniðið úr á einhver framleiðslu skala, þá þarf það að vera með svona í rauninni hreinan straum, það er hreint efni og leið á efni blanda, þá er það bara ekki hægt. Eins og það er hægt, já, þú veist, að tæta niður bómullarefni og spinna nýtt bómullarefni úr því, en leið þú ert með meira heldur en 5% teygju í upprunalega bómullarefni, það bara, þú veist, það hegðar sér bara öðru sig, það hnökrar, þú veist, það er alls konar svona. Og þetta líka með að, þú veist, núna er rosa mikið þetta svona endurunnið pólíester, en það sem er endurunnið pólíester er eiginlega í öllum tilfellum efni sem er búið til úr plastflöskum, en þegar þú ert komið með endurunnið pólíester eða pólíester sem textílefni, þá er rosalega erfitt að endurvinna það svo aftur. Þannig að það er eiginlega ekki hægt að koma til, þetta er ekki svo aldásinn sem getur bara búið til aftur. Af því hvers skipti sem á endurvinna þá bara verður til lélegra efni, þá eru þræðirnir styttri, þannig að það slitna meira og maður getur alveg séð það, þú veist, eins og Ásrún, vinkonu mín á buxur sem eru frá Adidas og aðalefnið er endurunnið og ekki það sem er endurnir í og maður getur bara greinilega séð, þú veist, gæðamunin á þessu tvennu.
og það sem gerir þetta svo rosalega erfið þessa endurvinnslu að það líka bara, þú veist, já það einhver merkimið inn í fötunum sem segir til hvað hann fyrsta lagi þá hann ekkert alltaf réttur og svo í öðru lagi oft fólk sem klippir hann úr og líka bara ef við ætlum í alvörun að flokka þetta eftir einhverjum, þú veist, hérna 70% eitthvað, 20% eitthvað og þú veist að setja það allt í saman flokk, þá það bara rosalega tímakrefjandi og þú þarft að hafa mannesku í því sem bara veit nákvæmlega og þekkir efnin og getur einhvern veginn aðgreint þau. Og þetta virkaði náttúrulega, þú veist, í gamla dag, ég sá rosa flott vídeo, ég var einhverju safn út í Danmörku þar sem var að tala í, ég held, fyrir seinni heimsstyrjöldinni, þá var bara einhvern veginn textílskortur, þannig að þau sögðu, það var bara svona þjóðarátak, það hefði komið með allar ullaflúrnar, allar bara bjöllur, það bara safna því það var allt tætt niður, spunnið nýr þráður, nýtt efni sem var hægt að nota í herrbúninga eða föt sem þurfti. En þetta ekkert hægt, nema að sért með bara alveg hreint hráefni. 100%. Sigríður Ágústa, vilt þú bæta einhverju við þetta? Nei, ekkert eitthvað, ég bara svo sammála þetta svo, það kom svo mikill svona hraði og mikill magn og bara einhvers staðar verðum við að stoppa og bara hvað það, þú veist, hver þarf að grípa inn í, það stjórnvöld, það einstaklingar, það stórfyrirtækin, þú veist, hvað, það alveg svona, já. Já, sko, svo rosa stóra spurningar sem við ætlum að spyrja, en má ég aðeins ef við höfum hljóðnum aðeins hérna, söfnum saman nokkrum fleiri svona umræðuefnum, hvað liggur ykkur á hjarta, hvað finnst ykkur að eiga að ræða? Hérna fáum hljóðnum hérna, svo gott að safna saman bara svona fyrst svona umræðu, punktum með nokkrum og svo höldum við áfram. Hvað finnst þér að við ættum að nýta tíman í að tala um? Ég bara forvitin út af nú þið að taka Sorpa að taka við textílnum og ég veit að Rauði krossinn hefur verið að náttúrulega flokka og selja eitthvað hér heima og svo selja hann erlendis eitthvað í flokkunarstöðar og endurvinnslustöðar í Evrópu eða ekki. Er það eitthvað sem eru þið að fara inn í það eða eru þið eitthvað að skoða hvort að... Já, við erum sem sagt að athuga og prófa, ég held að séu á minnsta kosti 4 svona forflokkunarstöðvar og við erum bara að reyna, við höfum verið að heimsækja þessar stöðvar og skoða hvað gerir svo. Þannig að við erum bara í svona grunnrannsóknum í rauninni á þessu. Hafið þið eitthvað skoðað, það alls konar einhver nýsköpun í svona kemískri endurvinnslu á eins og gerðverðum og svoleiðis. Vitið þið, það eitthvað sem að þið hafið skoðað eða vitið þið? Við sinnum náttúrulega bara svona okkar lagalegri skyldu að safna þessu og koma þessu síðan vonandi í einhverja endurnotkun, endurvinnslu. Og við fengum reyndar styrk daginn til þess að setja upp svona mini forflokkunarlagar í góða hirðinu þar sem við tökum þá inn einhvern lítinn hluta af öllu þessu efni sem við safnum og flokka það þannig að þessi litli forflokkunarlagar sé þá aðgengilegur fyrir hönnuði og fataverslanir. Þannig að þessir aðalega getur þá komið bara á morgnana og sótt, við getum þá pikka út þessi vönduðu föt og svona aðeins, þetta náttúrulega bara líka, við erum að safna gögnum og safna reynslu og búa til tengingar og finna frumkvöðlan og styðja það, þannig að þetta svona allt við erum í þessari forvinnu. Þetta svona bara í vinnslu, já. Já. Ok. Ég ætla bara að spyrja, fer ekkert af þessum fötum áfram í verslanir Rauða krossins? Jú, það er einn tilgangurinn með þessu tilraunaverkefni okkar að safna fötum þá fyrir Rauða krossinum. Það er náttúrulega ákveðin hópur sem fer og verslar í Rauða krossbúðunum. Ég vona að það er búið bara haldið áfram því það eru bara mjög mikilvægar og mjög gagnlegar. Já, og þeir náttúrulega... Þeir eru með sér gáma, söfnunargáma sem merkt heim þar sem það... Já, en þegar þetta komið inn til Sorpu, þá náttúrulega, sko ég hef gerð mig ferð til í Rauða krossinn því ég var með föt sem ég fannst líklegt að væri hægt að selja frá tengdóttur minni. Þar sem ég var að hugsa, sko, fólk kannski hugsar ekkert úti, heldur fer bara með vöndu föt í, eða þau veit í gámana hjá Sorpu. Fara þeir ekkert valin til að fara í endursölu innanlands, þegar við getum bólmagtið þess. Nei, sko við erum að reyna að endurhugsa kerfið og það er alveg rétt eins og þú segir, það er Rauði krossinn með sína gáma, þannig að við erum að reyna að beina þeinum tilmælum til fólks að setja einungis mjög vönduð, góð föt þangað
en svona áhrinu nærbuxurnar og sokkana fyrir ekki til okkar, skilur. Það er eins og ég að fara að gera, slitnu rúmfötin fara til ykkar. En síðan til dæmis á Norðurlöndum, þá víða á svona endurvinnslustöðum og gámastöðum, þá eru 2 gámar, það nothæfur textíll og ónothæfur textíll og það eitthvað sem við erum líka að skoða. En við erum svona fyrst og fremst búin að vera að kenna núna fólki á höfuðborgarsvæðinu að flokki papp og plast og matarleifar og núna þetta sem sagt að koma líka. En ég hérna til dæmis í skóm úr Rauða krossbúðinni, einnig, 3.000 krónur, bara mjög gaman að kaupa svona. Og hérna, sumum finnst, og mér finnst gaman að fara á loppumarkað og ýmislegt, en sumum finnst þetta alveg fyrir neðan allar hellur og ofsalega púkalegt að vera í einhverju af öðrum. Og sumir segja, ég myndi aldrei láta börnin mín fara í eitthvað notað, alveg svona. Hvað getum við gert til þess að þetta hætti að vera eitthvað hallærislegt eða að það sé einhver svona neikvæður stimpill á því að setja börnin sín eða ganga sjálfur í einhverju notuðu? Bara gera það sjálfur, rosa mikið sko. Hlusta meira á unga fólki? Já, hlusta meira, þú veist, þau eru náttúrulega eins og nemendurna sem ég er með, þú veist, þau bara, þú veist, þeim hryllir við að kaupa sér eitthvað nýtt sko, það er bara, þetta er ekki hug sko. En þetta hefur, þú veist, eins og hjá mér hefur þetta bara svona gerst hægt og rólega og ég, þú veist, það var núna áramótaheitið mitt núna í ár að kaupa engin ný föt nema íslenskt frá merkjum sem ég, þú veist, gat sannfært sjálfur mig að það væri gert á réttan hátt. Ég er þetta bara búin að kaupa 2 flíkur í ár þá sem ég var búin að pæla mig mikið í og tjekkaði hvort ég geti fengið nota fyrst. Og þú veist, þetta er bara einhvern veginn einfaldast í heimi. En ég held ég þarf að ákveða hvað fyrir næsta ár verður, hvort að það verður samt bara að kaupa ekkert eða kannski bara að kaupa íslenskt, ég veit það ekki alveg, ég er ekki búin að ákveða. En það bara einhvern veginn að vera, þú veist, að tala mikið þetta og bara eins og það sé ekkert mál og ég tek alveg eftir í núna því að fólk veit svona að ég hugsa svolítið svona og þá er stundum fer fólk að svona, það fer smá í mínus, þú veist, sjálft svona, já, ég fer nú alveg stundum með fötin mín í extralókun og eitthvað svona. Og þú veist, ég er ekki að dæma, þú veist, mér finnst bara, hei, bara frábært á að sérsta því, þú veist, og þetta eru bara pínlítið skref, ég var þarna líka sjálf, þú veist, ég byrjaði að vera fyrst bara að selja fötin mín áður en ég fór að kaupa notað, þú veist, og svo bara einhvern veginn prófaði maður þetta og þá fattar maður hvað þetta er bara ógeðslega skemmtilegt og líka bara að það er ógeðslega frelsandi að þurfi ekki að vera alltaf eitthvað upp þessi föt. Mér finnst miklu skemmtilega núna að fara til útlanda og þurfi ekki að fræða allar verslunargöturnar. Og þá getur maður bara að labba framhjá og það er bara, já ok, ég ætla ekkert að fara að þóka. Ég hef ekki bara setjast á barinn hérna og, þú veist, eitthvað, horfa á fólk. Það er mjög skemmtilega. Já, ég myndi bara mæla með því að, þú veist, pröfa að fara inn í þessa eins og barnaloppan ef að fólk er á móti að kaupa nota á börnin sín, bara pröfa að fara inn, bara skoða þau, sjáðu hvað er. Sumt er í svo fínu ástandi og bara nánast eins og nýtt. Sumt er nýtt og hefur ekki verið notað og já, bara mæla með að kíkja, þú veist, ég er vön því að bara yngst í mínum systkinahóp og mikið af frændsystkinum og þú veist, þetta fötin gengur bara svona niður, þú veist, og það var ekkert skemmtilega en að fá póka frá stóru frænkunni þar sem maður gæti bara svona, vá, þessi bólur er svo flottur, lalala, ég man þegar hún var í þessu og maður fekk sjálfur að vera í og mér finnst þetta bara eitthvað svo sjálfsagt, en já, ég mæla allavega með að bara pröfa að fara inn þó maður sé langi ekki að kaupa neitt, bara skoða því að þetta er þetta er ekki eitthvað svona skítugt og asnalegt og eitthvað, þetta er bara margt mjög fínt. Hvað segir Freyr? Hvað þurfum að gera? Fyrir utan að vera með svona fína sjónvarpsþætti eins og því Sigríður Halldórsdóttir eru með? Já, þetta er mjög flókið. Hvernig, sko, þetta er eins og öll umhverfismál. Við erum bara, sko, stærsta átakið og mikilvægasta átakið er bara að breyta ykkur í kollinum á okkur, sko. Hvernig við hegðum okkur og hugsum og auðvitað er það, eins og þú veist að þú að gera bara ógeðslega cool hátísku föt sem að Bríet klæðist í, þetta er rosalega mikilvægt að bara hafa svona fyrirmyndir en sko þetta er mjög flókið mál af því að þetta er grunnþörf mannsins, það er að klæða sig og við þurfum að klæða okkur bara, við þurfum að fæða og klæða okkur, við þurfum hús og við þurfum náttúrulega núna, það er neyðarástand í heiminum út af loftslagsbreytingum. Þetta er stærsta verkefni mannkyns bara fyrr og síðar. Það er neyðarástand og við verðum að breyta því hvernig við hönnum húsin okkar og hvernig við búum til matinn okkar og hvernig við búum til fötin okkar. Sko,
fötin skapa líka mannin og tíska er bara æðislegt fyrirbæri. Þú veist, stór mynd af okkar sjálfsmynd er bara fötin okkar og við bara sýnum okkur og gefum til kynna hver við erum og tíska er ofboðslega merkilegt fyrirbæri og þetta er listgrein að búa til föt sem presentera minn karakter og þetta er bara samtal við samfélagið og þetta er stórmerkilegt fyrir, þetta er túlkun og þannig að þú veist, við þurfum og við viljum flott föt. Það er bara staðreynd og eins og staðan núna þá eru bara nýföt ódýrari heldur en gömul föt sem er kannski búið að laga eins og flippa. Það er bara eins og alltaf í þessu línulega hagkerfi, þetta bara að framlega, nota og henda. Það er ennþá miklu ódýrara heldur en þetta hringrásarhagkerfi. Það er miklu dýrara fyrir báru að finna gamla flík, flytja mig til landsins, ráða klæðskera og sauma ykkur á flík og svo kemur fólk í búðuna báru aftur á laugum og segir akkur þessi flík svona dýra, þetta er ekki bara eitthvað gamalt rusl og skilur ekki veruleikanum bakvið að þú veist þessi tema sé þetta er svo einfalt að þú fer bara á síðuna og finnur og klikk og flíkin er komin til þín eftir 2 daga eitthvað. Já, hún er kannski allt öðruvísi en hún leit út á myndinni en það er önnur saga. Og eins og kerfið eins og bara skattakerfið þá er bara einn lítill virðisaukaskattur á þessari flík sem þú kaupir og þú kaupir kannski aðra líka, bara kaupir medium til öryggis. Það er mjög margir sem gera þetta, þetta er svo ódýrt sko, þú ert ekki viss hvort þú passir í small eða medium og þú kaupir það bara til líka og það er bara lítill virðisaukaskattur. Bára þarf að borga virðisaukaskatt líka, hún þarf að borga fyrirtækjaskatt og klæðskinu sem saumar, hann þarf líka að borga skatt á laununum sínum. Það er eiginlega sko, flíkin hennar Báru er þrískottuð meðan þessi temaflík er bara með lítinn einfaldan skatt. Þarna er skekkjan. Það er skekkja í skattkerfinu okkar. Og af hverju, til dæmis, þegar ég fóði með gallabuxur í viðgerð til Hassan daginn og það bara kostaði svolítið. Og af hverju er það virðisaukaskilt? Af hverju erum við ekki að reyna að hvetja til þess að laga að gera við? Af hverju erum við ekki að hvetja og hjálpa fatahönnum sem að taka gömul ónýt föt og búa til hátíð? Af hverju erum við ekki að hvetja þannig að það verði, þannig að verði hagkvæmara jafnvel að kaupa notuðu, flottuðu fötin sem er búið að gera þess við heldur en að kaupa þau frá Kína. Það er bara, þetta liggur dálítið í skattkerfinu. Og svo ofan á það, þá er ekkert úrvinnslugjald á textíl sem er alveg stórskrítið, en það er breyting á því í Evrópu. Ég skal aðeins útskýra úrvinnslugjald, það er úrvinnslugjald á plastumbúðum og pappaumbúðum og glerumbúðum og þess vegna getum við núna sótt plastaumbúðir, Sorpa og önnur úrgangsfyrirtæki, það er hagræni hvata til að safna þessu og koma þessu í endurvinnslu og ef ég get vottað upp á það að ég sé búinn að sækja 2 tonn af pappa og koma því í endurvinnslu, þá fæ ég vottun frá bara endurvinnslu. Já, við tókum við þessum pappa og við erum búin að breyta því í nýja pappakassa, þá fæ ég þetta úrvinnslugjald tilbaka. Í hvert skipti sem ég kaupi mér eitthvað sem er með pappakassa, þá borga ég er búin að borga fyrir endurvinnsluna þegar ég kaupa eitthvað sem er með pappakassa utanum. Skiljið þið kerfið? Ég er búin að borga endurvinnsluna. Það er ekki þannig með textíl. Það er ekkit, það er engin, þess vegna væri svo frábært að setja úrvinnslugjald á flík, þá var ég bara búin að borga aðeins ekstra meira og þá væri við þessi skipta aðeins dýrari. Þegar hún síðan kemur til Fluff í endurvinnslu og þær endurvinna, þá myndi þær fá borga sem endurvinnslu aðili. Þannig að það er komið til hagræn hvati í kerfinu eins og er með plast og pappa. En þetta er ekki með textíl og þetta er óbúðslega mikil skekkja í kerfinu. Nú þurfum við að fá að heyra af Fluff. Við fáum hljóðnemann fremst, af því að nú er Freyr búinn að minnast 2 eða 3 á Fluff. Sigríður Tryggvadóttir, þú tengist Fluff og ert í Fluff. Þú segir okkur aðeins frá þessu. Ég verð að segja ykkur að Sigríður Tryggvadóttir, hún er með saumaheimur Siggu og hún er búin að vera að kenna konum víða land. Ég segi bara, það er bara konu, ég held að komi ekki mikið karlmenn í þetta, en hún er að kenna fólki að sauma og breyta fötum þannig að þau öðlist nýtt líf. En hvað er þetta Fluff sem að Freyr er að dásama? Já,
Takk fyrir að nefna okkur. Fluff, við erum sem sagt 5 konur sem erum allar úr svona textíl- og hönnunargeiranum og við hittumst á svona, það kallast hackathon á vegum KLAK í janúar og það myndast þessi góðu hópur og við erum að vinna einmitt hugmyndir hvað við getum gert við textílúrganginn og við sjóðum saman hugmynd, þetta er Margrét sem er með mér hérna líka, sjóðum saman hugmynd og hugmyndin vinnur þetta þráðathon. Þannig að í framhald af því að þá förum við bara áfram í svona viðskiptahraðla og alls konar svoleiðis og núna erum við komnar þangað að við erum semst búin að stofna fyrirtæki sem heitir Fluff og við ætlum að taka semst textílúrganginn, semst það sem ekki er hægt að selja eða nýta áfram í því formi sem hann er og við ætlum að búa til ný verðmæti úr honum. Og talandi að því það var áðan verið að spyrja hérna það sem ekki hægt að endurnýta með blönduðu þræðina og þegar komin teygja í og núna er náttúrulega mikið bara plastagnir í textílnum. Við ætlum að tæta þetta allt saman niður og þæfum úr þessu nýtt efni sem að þarf ekki að spinna eða vefa og búum til alls konar bara hönnunarvöru, gluggatjöld og veglistaverk og það efnið hefur hljóðdempandi áhrif þannig að það er hægt að nýta þetta í stórum hljóðbærum rýmum og það er hægt að sauma úr þessu jakka og kápur og bara stóla og fleira og að því að það var áðan spurning kemíska endurvinnslu. Það er eitt af því sem hægt er að gera úr svona niður tættum textíl. Það eru fyrirtæki bæði á í Frakklandi og Hollandi og Danmörku. Þau eru bara að hanna og búa til heilu innréttingarnar og stóla og borð úr textíltætingi. Þetta hljómar dálítið eins og stór partur á lausninni. En viltu af því að við erum í streymi og þú situr hérna alveg fremst, viltu vera svo góð að standa upp og snúa við svo fólk fá að sjá þig og ég mæli með því, bara snúið aðeins við svo fólk sjá þig, gefum Fluff klapp. En má ég spyrja hann aðeins meira af því að þú ert að fara svona landið og kenna fólki að sauma og breyta flíkum þannig að það öðlist nýtt líf. Hvernig finnur einhver svona, eins og þær finna unga fólkið er alveg að vakna hluti allavega af ungu kynslóðinni. Finnur þú fyrir einhverju svona stefnubreitingu, vitundarvakningu? Sko já, ég stofnaði hóp á Facebook, þar er miðaldrafólkið, skilst mér, og það eru komnir yfir 1500 manns í hann bara innan við 2 árum. Og ég er að upplifa mikla vakningu og ég meina það er nú RÚV og endurtekið og allt sem er í gangi og ég er með ömmur sem er að kaupa námskeið handa barnabörnum hjá mér. Þannig að það, sko, ég er að upplifa mikla vakningu og ég meina það er áhuga á, þú veist, ég er ekkert ein það að trúa því að ef við kunnum að sauma, ef við kunnum að nota saumavél, þá erum við svo fljót að finna hvað það fer mikill tími í að sníða flík og sauma flík, að þú hugsar þig tvisvar þegar flíkin í búðinni kostar 3.000. Aha. Skiljið þið? Já. Og leið og það gerist, þetta er bara það sem mín ástríða, þegar það gerist að þá förum við ósjálfrátt og bara að kaupa minna. Já. Og þegar við kaupum, þá gerum við eins og Ragna, kaupir íslenska hönnun og gæða efni. Ég get talað endalaust svona. Takk fyrir þitt innlegg. Já, hvað segir þið? Þú veist, það vantar
vantar, finnst manni, bæði, þú veist, þekkingin á, þú veist, hvernig þú átt að gera við, hvernig þú átt að vinna flík sjálfur, einmitt sauma, prjóna, allt þetta, þú veist, það eru kynslóðir núna sem get ekki bara farið til mömmu sinnar og ömmu sinnar að fá hjálp, af því bara þessi þekking ekki til. En þetta líka bara þekkingin á, þú veist, efnunum sjálfum og á, þú veist, gæðunum, hvað fer í flíkina. Og þetta þú veist, eins og ég hef heyrt að einhverjum grunnskólum þar sem ekki textílmennt fyrir í 7. bekk, þú veist, þetta bara einhvern veginn þekking sem ekki til. Og ef þú veist ekki, finnur ekki höndunum að munin á einhverju svona ódýru pólíesterefni og einhverju gæða silkiefni, þá svona, það svo erfitt einhvern veginn að fá fólk til þess að bera virðingu fyrir fötunum okkar. Og það bara það sem svolítið vantar, þú veist, okkur á að þykja rosalega vænt fötin okkar. Af því að ef okkur þætti vænt fötin okkar, þá myndum við ekki kaupa bara allt og svo bara henda þau. Þú veist, við eigum bara að halda upp á þau og nota þau. Ef þú kaupir, þú veist, dýraflík, þá hugsaðu betur hana heldur en það sem þú kaupir fyrir 2000. Þú veist, þú fer með hann í hreinsun, þú veist, hengir hana út af því að þú ert aðeins að lofta hana, þú hana minna, þú ert að passa svo vel upp á hana af því að það svona, já, þú ert búin að vinna meira inn fyrir henni heldur en bara eitthvað að panta 3 buxur og Temu fyrir 2000. En það getur verið bæði dýrflík og það getur líka verið bara eitthvað flík sem skiptir einhvern veginn máli. Ég í skyrtu sem sko langafi minn átti og það bara svona, það engin saumur innan neðst og það svona sígarettu svona blettir eftir að mamma mín var inn á djamminu sko. Og þú veist, það einhver smá blettur en þú veist, mér finnst það bara fínu lagi. Já, það sál og saga. Já, mjög smá, hefur þú búin að fá salurinn bara, við segjum, töff. En sko, akkurat þetta, þessi vitundavakning og skynja sko, kostnaðinn og vinnuna og bakveit og svona eins og þegar þú varst að segja að þú fórst með buxurnaðinnar í viðgerð hjá Hassan, saumaverkstæði og maður borgar svolítið fyrir þetta. Er þetta ekki dálítið stórt vandamál að okkur finnst svo dýrt að borga skósmið eða borga saumaverkstæði fyrir að breyta og laga og gera við, af því að við erum svo oft að fá eitthvað nýtt drasl á láguverði? Sko, er það ekki? Já. Við erum alltaf svolítið að bera svolítið saman hvað við getum keypt nýtt og hvað kostar að gera við það. Sem að mínum að þetta svolítið bara brengla viðhorf. Þetta bara eins og þegar maður fer til útlanda og maður alltaf að umreikna yfir íslenskar krónur og eitthvað, skiljið. Þannig að ég, já, þessi hugsunarháttur þarf svolítið að breytast og að því vorum að... Það er ekki bara, þú veist, hvað þú ert að borga fyrir þetta. Þú veist, það snýst ekki bara peningar sem þú þarft að leggja í þetta. Maður þarf að hugsa líka út í hvað þetta þýðir fyrir umhverfið. Já, nákvæmlega. En eru þið öll sammála því að unga, ég ekki svona jákvæð, ég trúi því ekki að unga kynslóðin sé öll svona meðvituð eins og sko fólki lista... Með litla búblu, sko. Eftir... Já, klart. Ok, hefðu endilega beinið athygli á þarna blettinum inn á skyrtunni? Já. Nei, sko, þið eru að tala þið sjáu svo mikla vitundavakningu hjá unga fólkina. Þið eru með þetta sko listræna hönnunarfólk í ykkar nærumhverfi. Hvað segir bara salurinn? Finnst ykkur unga fólki sem hefur kannski miklar skuldir og háa vexti og lítið milli handana, það tilbúið að hugsa þetta eða fellur það bara fyrir öllu Temu Boost tilbúðunum? Eftir hvort þú ert að lesa Smartland eða hvort þú ert að spjalla við fólk sem þú þekkir. Ok, býtu hvernig þá? Smartland gengur alltaf mikið út á nýtt og smart, síðan mér sko, þegar ég sé það miskosti. Já. Og hérna? Ég ætla að segja bara fyrir unga fólkið að því að ég mitt byrjaði í Listaháskólanum með Rögnu, útskrifast og fer síðan í svona bara tilvistakreppu hvað ég búin að mennta mig í og þess að það og fer síðan sem tek kennsluréttindin og er að kenna í grunnskóla í dag án þess að vera hönnur. En mér finnst nefnilega sko, því ég fór svona að skoða að við þurfum að byrja í grunninum. Ef þú vilt breyta einhverju og ef það eitthvað sem þá getur annarkvort bara sætti við það að það eitthvað eða það verður að breyta því. Þannig að ég var svona að hugsa grunnskólinn, þetta þarf að byrja bara strax, bara upplýsa og einmitt að sko nemendur, já, en aðalnámskrárinn nefnilega að taka á þessu öllu, en svo náttúrulega hvort að kennararnir sé að vinna eftir því eða ekki. Það svolítið önnur ella
og því að aðalnámsskóli með ótrúlega háfleyg og flott markmið en það ekkert verið að tjekka hvort það sé verið að vinna eftir öllum. En mér finnst nefnilega sko að ég að kenna í unglingadeild og það kennt svo 8., 9. og 10. Það fyrir allir árgangar í listgreinar hjá okkur. Sem náttúrulega dýrt en samt skólinn mjög vel rekinn og þetta að virka. En ég sé nefnilega sko mikla aukningu hjá strákum, þeir eru alveg að sækjast að koma í textíl sko og erum þetta að breyta og það einn nefnandi í skólanum hjá mér sem sko að taka að sér að breyta gallabuxum fyrir vinnina sko að því að sem er svo frábært að sjá því það var tískan líka breytið svo hratt og það verið tíska að vera í svona skinny jeans eða þröngum og svo núna á allt að vera vítt og í staðan fyrir að henda út þessu þrönga þá þið bara að gera fleyg í buxur og ég veit ekki hvað þannig að þetta ótrúlega gaman að sjá þetta strákur í 10. bekk og þeir voru byrjar að gera þetta í 9. bekk. Þannig að bara svona smá input í þetta. Hvað segja fleiri í salnum varðandi unga fólki sem kannski með börn og hefur lítinn tíma og svona, er það fallaði freysni fyrir teimu? Ég held að við erum örugglega mjög svona einhliða hópur hér og ég finna líka í minni bublu en svo kannski fer maður í einhvern annan vinahóp og þá kannski sjokkerast maður alveg. En ég ætlaði bara að segja líka eitt út af þú varst að tala að föt væri náttúrulega nauðsynleg, þetta bara, við verðum að klæðast, við erum bara þannig dýrategund, við erum ekki með feld og svona, en mér finnst búið að breytast, mér finnst eins og þessi líka orðið einhvers konar mannréttindi að vera í nýjum fötum, eða þú veist þetta einhvers svona viðhorfsbreyting sem ég veit ekki alveg hvernig hún átt sér stað, hvað 1980 eitthvað eða seinna, að þú veist það einhvern veginn eins og þessi líka réttindi einstaklinga að geta keypt sér ódýr föt. Mér finnst það verið eitthvað sem þurfi kannski smá að breytast, auðvitað þurfa allir að hafa föt, en þarftu að geta keypt nýjan kjól fyrir hverja einustu árshátíð eða þú veist. Og ég held að unga fólki sé dálítið mikið í því að þú veist finnast það einhvern veginn sjálfsagt, en þau eru samt kannski núna meira að leita notað og þú veist kaupa á Facebook og spjara og alls konar þú veist, en mér finnst þetta samt smá skrítið, af hverju svo stutt síðan maður átti bara eina kápu fyrir 1 vetur og kannski 2 kjóla eða þú veist, en núna einhvern veginn þurfum að eiga heilan fataskáp, þú veist. Mér finnst þetta eitthvað sem þarf að breytast. Það er bara þessi samfélagsmiðlar, þú veist alltaf að fá bomba af öllu sem til og allir sem í öllu og þar öll tækifæri, allar veislur, þú veist, það einhver að fara að taka myndaðir eða þú ert að fara að taka myndaðir og þá lítur náttúrulega Instagramið út alveg eins, þú ert alltaf í sama kjólunum í fótóbúðunum í öllu brúðköpunum, þú veist, sem að var ekkert áður, þá áttur bara 1 partykjól og þú veist, kannski myndaðir inn í einhverjum myndaalbúmi einhvers staðar heima hjá einhverjum, en þú veist, þannig þetta einhvern veginn, maður þarf að presentera miklu meira. En þú búið að kynna svolítið undir að það fyrir að kaupa nýtt, það kemur ný lína í radískubúðina ríkulega? Ný lína, já. En Ragnheiður, þú ert með ljónemann. Já, ég er mjög, heyrist í mér, ég er mjög ánægð að sjá unga fólki í kringum mig alveg byrja alltaf á loppunni og barnaloppunni og mig langar til þess að, sko ég held að við getum líka hjálpað til með að við getum farið að gefa gömlu fötunum, við getum spurt heyrðu, er þetta ekki frá ömmuðinni? Mér finnst ég muna, sko við getum farið að gefa meiri svona athygli á það hvað það sé flott að vera í einhverju sem er gamalt og gefa þessu og við getum svo mikið líka leitað í ræturnar okkar, fara vel með þessi hraðtíska úr draslinu að þú veist þetta einhvern veginn, hún kannski ítir undir það að fólk hendi þessu einhvern veginn, að fara vel með. Ég nú kannski orðin svolítið öldruð en mamma saumaði allt á mig og það var verið að venda fötum og það var bara ein kynslóð síðan og það var verið að sauma upp úr og talandi þetta grænþvott og allt þetta heilindi, þeir fara aldrei úr tísku. Við getum sótt í þetta gamla góða og einhvern veginn reynda að róta því líka meira upp. Þannig ég hef trú á unga fólkin okkar, ég held þetta komi og munið það er orðið miklu auðveldara núna að það var ekkert auðveld til dæmis að gefa föt eða endurnýta föt fyrir bara 2 áratugum. En það hefur heilmikið gerst og okkur finnst aldrei ganga nóg hratt. Og bara ef við föttum að við getum öll tekið þátt. Já, en svo líka þegar þið voru að tala nýja línu, það er alltaf að koma ný og ný lína, en svo viljum við hafa verslunarrekstur, við viljum hafa búðir og við viljum hafa kaupmenn og verslunarfólk og svona.
En það sagði mig kona sem að rekur verslun hérna rétt hjá bara, Kolbrún, hvað heitir hún aftur? Buy My Chick. Já, Buy My Chick. Já, það er búð hérna rétt hjá, hotnin á Spítalastíg og Óðinsgötu sem heitir Buy My Chick. Og þar er sem sagt verið að selja notaða merkjavöru. Og ég kíkti að inn daginn og ung kona sem rekur þetta af miklum klassa, að hún fór að segja mig það að þarna er, þú veist, ein ráin er bara með frá Max Mara, ein ráin er bara með frá Polo, Ralph Lauren og eitthvað svona. Ég er ekki á prósentum með auglýsingarabúð, en hún sagði sko, ég skil ekki, sko, það kemur ekkert ný lína frá þeim nema kannski á 15 ára fresti. Þannig að af hverju er fólk alltaf að kaupa glænýtt út í búð, þannig að þarna er hægt að fara og kaupa merkjavöru á miklu minna verði, en það er þá áfram kaupmennska. Það er áfram verslunarekstur og þú fer í búð og... Getur máta, getur skoða, já. Fara heim með eitthvað nýtt og sé ekki ný framleitt. Er þetta eitthvað lausnin að fara meira, leggja meiri metnað í svona búðir með merkjavöru? Sjá svolítið mikið af svona búðum vera að spretta upp og svona fataleigum og minnst það alveg frábært fyrirbæri, bæði þetta að versla frá svona og að leigja sér fatnað, því að einmitt, eins og það kannski svarar líka við því að þú vilt alltaf vera 9 fyrir eitthvað viðburð eða ball eða eitthvað, að þá er þessar leigur til dæmis alveg tilvalnar í það að þá ertu að fullnægja þessari þörf að vera í einhverju nýju en ert samt, þú veist, svo ferðu bara og skilar. Þannig að það er alveg svolítið sniðugt dæmi. Hvað hvílir á ykkur? Einhverjar spurningar, ábendingar, uppástungur úr sal? Gjöru þið svo vel, látum hljóðnum að ganga. Nei, við erum líka að hugsa sko streymið. Já, hérna, takk fyrir ekki. Ég vona að einhverju fleiri séu tilbúin að taka til máls sem við með gamlu sömu alltaf. En sko, ég hafa tvennt sem að hérna, það er svo margt, þetta er svo áhugavert. Hérna, til hamingju með nýja glæsilega fyrirtæki, hvað heitir aftur? Fluff. Ég ætla að mynda mér við þetta. En hérna, ég var að hugsa, þú segir okkur eftir, hvernig er svo hægt að endur, af því ég vissi ekki að það væri hægt að nýta, þú veist, þessi blönduðu efni, finnst það alveg stórkostlegar góðar fréttir, en hvernig er svo hægt að endur nýta það? Þú veist, það er til að halda þessu innan hringrásrinnar, það er það sem við þurfum að velta fyrir okkur. Og svo var ég að hugsa með, sko, að þið voru að tala þú veist, plasti í sjónum, það er náttúrulega gerviefnin og hérna flísið sem að fólk er ennþá að ganga í, sem er svo merkilegt, skilur þó að þetta ætti nú vera löngu komið inn í hérna höfuðið á fólki að það er ekki heppilegt ef við höfum til dæmis íslensku ull til að ganga í. Og svo er hitt hérna, já, þú veist, það er nefndu hérna hreinsun, þú veist, við viljum ekki fara með föt í hreinsun, er það? Akkur ekki? Þetta er rosalega mengandi iðnaður, sko. Mikið kemískum efnum? Alveg svakalegur, þetta er rosalega, og ef þú þarft að endurskipuleggja lóð þar sem að verið fatarhreinsur, þá þarftu bara, ég veit ekki hvert þú getur farið með jarðveginn, sko, hann er svo óbúslega mengaður og allt í kring. Þannig að þetta er ein spurning líka sem ég langar að velta, hvað fatahönnuðir hugsa um þetta? Ég heyra þið örugglega þekki þetta. Takk. Já, þú veist. Já, ef ég byrja á hérna með Fluff, að þegar að vörur frá okkur hafa lokið sínu lífi, þá koma þær aftur til okkar, fara aftur í tætarann og við bætum nýjum textílúrgangi við og búum til nýtt efni. Þannig að þetta verður alveg fullkomin hringrás í okkar starfsemi. Þetta er mikilvægur punktur sem að... Er það að gera fílt að þessu fyrir að gera ekki óðin efni? Já. Og hvað getur verið prósentana af náttúruefnum og gerðverðum í því? Sko, það er svo það sem að við erum að... Sigga, þú verður bara að standa upp og snúa að salnum. Þú segir frá, við höfum áhuga á þessu, þú verður bara að snúa í myndavélina líka. Já, sko, það sem að við stöndum frammi fyrir núna, við erum að safna pening til þess að kaupa vélarnar. Þegar við fáum vélarnar, þá förum við í vöruþróunina og efnaþróunina að finna út
getum við verið með 100% polyester og ekkert með, eða verðum við að setja hreina ull, eða hvernig er best fyrir okkur að blanda þessum efnum saman þannig að út komi gott feltefni og eins líka bara hvernig gerum við mismunandi þyktar á efninu sjálfu, allt út frá því hvað við ætlum að hanna. Þannig að þetta er bara opin bók fyrir okkur núna og við eiginlega getum ekki, það er engin textíltætari á Íslandi. Og við erum bara að sækja styrki og reyna að safna pening til þess að kaupa hann. En veist þú, einhvers staðar í heiminum sem búið að gera þetta að finna út þessi hlutföll gerðverkni versus ull, til dæmis ull, að þið veit ull tóknar eða þú veist að fyllta hana alveg ekki? Já, sko fyrirmyndi sem við erum að horfa til er fyrirtæki sem er í Hollandi og þau eru búin að vera að vinna við þetta í 10-15 ár, eitthvað svo leiðis. Þannig að þau eru alveg komin með bara fasta rútínu og litaskipt og allt svo leiðis sko. Við erum ekki komin að þangað. Við bara hreinlega erum ekki með nákvæma tölur á. Það er planið sko. Við ætlum að fara í heimsókn til þeirra helst. Það er svo mikið lykilforsenda að þetta úrvinnslugjald sem ég var að tala áðan, þessi framlengda framleiðslu ábyrgð, og hún kom til skjalana og það verði úrvinnslugjald á textíl, að þá getur Fluff, alveg svo til dæmis Pure North í Hveragerði. Pure North endurvinnur plast. Þeir taka við plasti og þeir eru búin að endurvinna, þá fá þeir greitt úrvinnslugjald og það er rosalega stór partur að þeirra svona rekstri eða business modeli og það er alveg gríðarlega mikilvægt að þessi breyting verði á Íslandi og í Evrópu. Það er verið að ræða á Evrópuþinginu og vonandi gerist þetta og gerist hratt, því að þá eru bara rekstrarforsendur allt aðrar fyrir fyrirtæki sem Fluff. Ekki bara undirbúa frumvarp og senda það í Östur. Já, er ekki bara? Jú, við erum náttúrulega með úrvinnslusjóð sem náttúrulega bara fer eftir úrvinnslulögum, þannig að þetta það þarf að gera lagasetningu. Við þurfum að breyta ýmsu, við þurfum líka að breyta bara, við viljum alveg vera samfélagslega ábyrg. Ég á til dæmis 2 unglinga, ég þarf að klæða þessu unglinga og þau vilja vera töff og flott í skólanum og ég vil vera ábyrgur gagnvart umhverfinu og jörðinu og allt það, en ég þarf líka að vera ábyrgur gagnvart fjárhag fjölskyldunar. Og þegar það er bara ódýrara að fara í H&M, þá bara kannski ger ég það, því ég þarf bara fyrst og fremst að hugsa fjölskyldunum mína og fjárhag hennar. Þannig að, þú veist, hugsaðu ykkur bara einstæða móður sem þarf að klæða, hún fer bara í H&M af því þar eru ódýrustu fötin, skilur. Reyndar fara margar mæður í barnaloppurnar og kaupa líka smart og lítið notað. Við þurfum að búa til fleiri möguleika fyrir fólk og við þurfum bara líka að breyta kerfinu þannig að það sé ódýrara að kaupa föt sem er búið að gera við og endur hanna og endur framleiða heldur en föt sem er búið að frumframleiða. Þau eru alltaf bara föt, frumframleidd föt, bara föt í H&M eru alltaf ódýr miðað við kolefnissporið sem þau eru að valda. En byrju, hver var seinni spurningin hérna til þeirra? Það var flísið og plastið í sjó. Já, flísið og plastið í sjó. Hreinsunina, já, hvað segið þið, sérfræðingarnir? Ég var til hreinsunina, þú veist, ég veit ekki nákvæmlega með það, en þú veist, auðvitað er langþægilegast að eiga föt sem maður getur bara hent í þvottavél og ég veit að, þú veist, stundum þegar það er miði inn í flík sem segir þetta má bara fara í hreinsun, þá er það ekkert endilega satt, af því að, þú veist, það eru upplýsingar sem sko, allavega í mínu tilfelli, þú veist, þá eru þetta upplýsingar sem að, þú veist, í rauninni fatafyrirtækið var að setja en ekki efnaframleiðandinn, þannig að, þú veist, stundum var þetta bara, ok, þú veist, ég veit ekki alveg hvort ég treyst þessu á 40 í þvottavél, þannig að þú setur bara hreinsun bara. Já, til að gulltryggja sig til að fá ekki tilbaka. Já, til að fá þetta ekki baka. Já, eða það, þú veist, það getur verið, en það hugsa ekkert allir þannig, sko. En mér finnst líka þetta einhvern veginn varðandi hreinsun og það, þú veist, já, þú getur búið til einhverja geggjaða flík og einhverju svakalegu, einhverju silki og hún er ógeðslega dýr og það er ógeðslega mikið handverk í henni. En ef að, þú veist, það er ekki hægt að vera í henni af því að, þú veist, það kemur svitalykt og þú getur ekki sett henni hrein, þú veist, það er ekki sjálfbært heldur, einhvern veginn. Þannig að það þarf líka að vera praktískt og, þú veist, þetta er frumþörfin okkar að vera í þessu, þetta á að veita hlýju og, þú veist, upp að vissu marki þá, já, ég veit ekki alveg hvað ég er að segja núna. En þú veist, fötin okkar þurfa bara að virka líka. Þú veist, það sjálfsög eiga að vera flott en þau þurfa líka að virka.
Já. Við gerum okkur svo litla grein fyrir afleiðingum þess að kaupa ný föt. Eins og til dæmis hérna örplast. Vitið þið hvað fer mikið af örplasti út í Faxaflóa hérna? Það hérna dælustöð á Skarfakletti. Og hvað haldið að fari mikið af örplasti bara út í hennar fallega Faxaflóa hérna á hverju ári? Ég vil ekki vita það. Nei, þeir eru að tala 100 til 200 tonn. 100 til 200 tonn. Sem dælt af örplasti hérna úti. Það er búið að finna örplast upp í skýjunum og það er búið að finna það líka hérna í móðurkviði, í fóstrum og í fylgjum líka. Og munið þetta á hverri sekúndu er eins og samsvar því að einum ruslabíla vefnaðvöru er urðað eða brett. Þetta er svo hryllilegt á hverri sekúndu, þannig að við höfum ekki leyfi til að ignorera þetta, við verðum að horfast í augu við þetta. Hér er hendi á lofti ef við fáum hljóðnema. Mér langar bara aðeins að bæta inn í við með þennan þvott, sko. Já. En það er líka við þurfum að hugsa hvernig við erum að þvo okkar flíkur, af því að eins og ef við erum með flíspeysun okkar og við erum alltaf að hendin í þvott eða bara Adidas-buksunar okkar eða hvað sem það er, þá erum við alltaf, það losnar alltaf, þú veist, agnir, þú veist, eins og bara því að það tekið á þurrkarnum hjá okkur. Það losnar í hvert einsta skipt sem þú þvær flíkina, þú veist, agnir úr henni sem fara til sjávar. Og það fer náttúrulega eftir úr hverju flíkin er, hvers slags agnir þetta eru. Ef þetta er polyestirflík, þá er þetta örplast. Af því mér finnst mjög gott dæmi eins og við höfum verið að gera einhvern tímann verkefni til dæmis með klór. Og af því eins að þau skoði bara hettupeysur, þær eru yfirleitt í dag svona 60% bómull, 40% polyester. Og við vorum með ofsterkan klórovart og klórin át alla bómullana í burtu og eftir var svona polyester net. Og þú sér þarna bara svo vel og þetta er svo gott skólabókardæmi fyrir þú veist að sína úlingunum. Þið sjá bara hérna hvað er náttúrulegt, hvað eyðist bara upp og verður bara bara er náttúrulegt, en hvað er eftir? Og hugsaðu mitt bara hvernig bómullin er í farin hérna en polyester eftir. Þetta er svona líka í náttúrunni. Þannig að við eigum að hengja upp þvottinn frekar en að setja hann í þurrkara? Já, alltaf, af því að líka það efnið endist betur og þvo minna, þú veist, get ég blettarhreinsa þetta með þvottapokanum bara, er það nóg, þarf hún að fara í þvottavelina. Og þú veist, hvaða efni hentar fyrir hvaða? Já, þú veist, polyester er slæmt og þetta er olía, þetta er bara olía, þú veist, þetta er bara plast. En það hentar rosalega vel í sumt, þú veist, það hentar rosalega vel í útivistaföt og snjókala og allt svoleiðis. Og þú veist, íþróttaföt, já, upp að vissu marki, en það verður mjög gott að sjá einhver íþróttaföt og ekki bara polyester. En þú veist, að nota það sem íblöndarefni einhvern veginn í allt og nota það í einhver föt sem að geta alveg eins verið, þú veist, úr bómull, úr hör, úr silki, þú veist, það... Heyrðu, hoppaði í stöð 2, það er bein útsending, hérna, já. Dreifum fagnaðarerindinu og fáum fólk til að hugsa, já. Ég líka bara svo mikið að nú erum við að tala um eitthvað viðhorfsbreytingu ungu kynslóðina og reyna að, þú veist, breyta okkur og finna nýjar aðferðir, en þú veist, þetta snýst ekkert endilega það. Við þurfum bara að læra af, sko, ömmum okkur og öðru, þú veist. Þetta er ekki spurning að finna upp eitthvað nýtt, þú veist. Hér var bara mjög fínt og flott svolítið svona textíl hringrásarumhverfi fyrir nokkrum árum síðan. Ég man bara þegar ég fór með ömmu minn einhvern veginn að kaupa föt og þá skoðaði hann fötin vel og vandlega og svo sagði hann alltaf það er svo gott efni sem er svona bjegi sko. Já, efni og þá var hann að hugsa sko líftímavörunar og hvernig var þetta að gera við hana og hugsanlega breytinni, þú veist, í einhverja barnaflík seinna meir og ég meina hún og allar konur á hennar aldrei bara áttu saumavél og það var bara óbærslega bylting í íslensku samfélagi þegar bara allar svo konur lærðu að sauma, eignuðust saumavélar og ég tala ekki bara þú veist Álafoss þar sem það voru framleittar alveg óbærslega bara flottar flíkur, hátísku iðnaður, KEA-verksmiðjan og allt þetta, þessar mokkakápur og þessi tvítfatnaður, allt úr íslenskum efnum. Bara af hverju getum við ekki aðeins bara spóla nokkur ára eftir tímann og séð hvað fólk var að gera og læra því. Og hérna Og í beinu framhald af þessu, þá verði ég að tala aðeins um íslenska þjóðbúningina því ég er að vinna með Heimilissinnafélaginu. Það eru innbyggð í öll snið stækkunarmöguleikar. Ekkert hleypur inn í fattaskáp, þá bara aðeins að laga þetta. Og í barnabúningana til dæmis, síkkun, vikkun, það er þetta sauma á 5 ára krakka og ferman í gallanum sko. Og það er náttúrulega hneyksli hvað þetta er dýrt. Því
því að það er notuð vönduð efni út í gegn þetta og þetta kemur alveg inn á það sem hún nefndi hérna á hann sem í viðtalinu úti núna. Já, er ekki hægt að þykja svolítið vænt fötin sín. Ef þið sjáu gömlu búningana hvað þeim þótti vænt þá og hvað passað eins og þær voru mikið í þeim. Ég verð bara að segja að þetta er sko hugsun sem fullkomlega lifandi og það félagskapur hér ef einhver vil gangi í heimilisnafélagi þá þetta 900 konur sem reyna að halda þessari hugmynd vakandi og allir þangað þið fáið frítt tímarit í kaupandi. Já, þannig að leiðin fram á við liggur í því að fara aftur hvarf til fortíðar. Framtíðin liggur í fortíðinni, en finnst ykkur ekki, af því að við erum líka búin að tala að það gaman að kaupa nýtt. Það líka gaman að eiga ný föt. Finnst ykkur ekki samt rosalega þessi tala sem kom fram í þessum fína sjónvarpsþætti sem hér oft vitnað í, að við kaupum 40 kíló á ári hver manneskja af textíl. Finnst ykkur ekki mikið? 40 kíló á ári. Þetta rannsakað. En hér var, hér var hendi á lofti. Mér langaði bara að vita aðeins með hérna í Sorpu með skó. Að því með skór vera svo svakalega mikið, þú veist, með skór oft bara vera hræðilegt. Bara horfa á hvað mikið hent af skóm. Já, og bara stundum nýjum skóm. Já, bara, hvað gerir þið? Og góðum skóm og... Já, við ég bara veit það ekki. Við erum að byrja þessa vegferð að taka móti þessu og senda út í erlenda fataflokkanum með smiður, en þetta náttúrulega ofboðslegt magn. Og hér til dæmis ein stétt sem svolítið að hverfa líka, það eru skósmiðir, þú veist. Við keyptum okkur bara vandar og betri skó hérna einu sinni og bara fórum með það til skósmiða. Og skósmiðir eru stórmerkileg stétt og þeir eru ennþá til, það bara í nágrunni mínu, það dæmi gott hringrásarhagkerfi að viðhalda og gera við. Nú vilja þér ekki gera við alltaf því að segja bara þetta svo lélegt efni að tekur ekki að gera við þetta. Það það líka, já. Og stundum veit maður að viðgerðin myndi jafnvel kosta álíka mikið að kaupa sér nýja skó. Þannig að það skekkja í kerfinu. Mér finnst að við að taka vaskinn af fataviðgerðum og skóviðgerðum. Alveg saman. Það líka vandamál að það má ekki sjást að þessi búið að gera við. Það verður alltaf líta út fyrir að vera glænýtt alltaf. Alveg sama hvað. Og ef það gert við flíkina, það má ekki sjást. Það má aldrei sjást neitt. Þú veist, fólk ekki tilbúið að borga fyrir viðgerð af því að það rosa dýrt og ef það sést, hvað hjálpið þér, það má ekkert sjást, það verður alltaf vera alltaf glænýtt. Já. Það ofislega flott að sjá hérna Karl Kong, Englands kong, að hérna í tvítueppu þá sjást svona viðgerðir. Og þetta bara svona flott dæmi nýttni og... Já. Klassa og sögu. Ég finnst svo skemmtilegt, þið sjáu kannski á Facebook stundum. Býtu hljóðnum minn. Ég veit ekki hvort ég einhverjum hópi á Facebook, allavega sé ég stundum á Facebook svona einhverja sniðuðar hugmyndir sem maður getur gert við gat og búið til blóm á gatinu eða eitthvað, hafið þið ekki séð þetta? Ég finnst þetta ótrúlega flott. Mér langar að hafa hérna í Hannesvold einhvern tímann svona saumastund þar sem við saumum blóm á götóttu flíkurnar okkar. Hún Sigríður Tryggvadóttir, hún kemur og kennur okkur þetta, hún flinkust af öllum í þessu. Nei, bara eins og til dæmis þessi japanska hefð, þegar brotna vasi, þá hann límdur saman aftur með gulli, þið hafið séð þetta ekki? Já, og verður dýrari. Og hann verður dýrar flottara, það búið að göfgan með viðgerðinni, með skrifa sögunni, já, hann orðinn meiri eftir viðgerðina. Í Japans, í viðhalds áfatnað og texti, það heitir Sasiko og það bara listform í dag sko. Já. En nú veit ég ekki hvað hljóðneminn jú þú ert með, gjör svo vel. Mér langaði bara að benda á að það náttúrulega verið að vinna ullarband á Íslandi, Ístex, og sem náttúrulega prjónað úr og það 100% ull og það góða við ullina þú þarft bara að viðrana, þú þarft ekki eins og þvona. Og síðan þau líka farið að framleiða Lobiloft sem svona einangrunarefni í staðan fyrir dúnúlpu eða polyester fyllingu í svoleiðis úlpum. Það til dæmis mjög jákvætt. Sængur með ull í staðan fyrir einhverja gerfi fyllingu.
þetta er þess mjög jákvæð skref, því að textíll er ekki bara fatnaður, textíll er líka öll gólfteppin, gardínurnar og alls konar áklæði í bíla og það er ekki bara það sem við göngum í. Þú sér frá því að þú lærðir fatnaður fyrir 100 ár, hvernig var við fyrir þá? Já, þegar ég lærði einmitt í sama skóla hana í Kaupmannahöfn þá var náttúrulega bara viðhorfið það hallærislegasta af öllu var að vera í handprjónaðri peysu sko. Og það hefur sem bara alveg betur gjör breyst. En þú vissir sem betur fyrir betur. Já, ég vissi betur. Heyrðu, hvað vill umheimurinn vita? Hvað varstu spurð á Stöð 2? Hvað vilja þau í sjónvarpinu ræðum? Þetta var mjög stutt sko. Ég átti bara aðeins að segja hvað við erum að gera hérna í kvöld og ég náði ekki að ná utan allt þetta. Nei, það er aldrei hægt að koma öllu að, en, já, ok, en segið mér hérna, hvað, af því að nú eigum við 12 mínútur eftir og við þurfum að fara svona súmerið upp og við þurfum að komast að niðurstöðu. Við vitum hver er vandinn, við vitum svona part af lausninni, hverju vil ég kasta til okkar ef við látum hérna hljóðnemann svolítið ganga salinn? Hvað takið þið með ykkur hérðan? Ætlið þið að breyta einhverju hjá ykkur í framtíðinni? Fenguð þið einhverjar hugmyndir? Snertið þetta eitthvað við ykkur þannig ætlið að breyta einhverju? Þannig að spurningin er raun og veru hvað takið þið með ykkur hérðan þegar við förum á eftir? Mér finnst það bara mjög mikil vakning og góðir punktar sem hafa komið hérna fram og ég er sjálf að kenna í grunnskóla yngsta stýrindar og fer bara hlaðin heim hérðan. Mér finnst eiginlega svona það sem snerti mig þar að við þurfum að koma þessu í tísku. Já. Bara gera tísku svona nýtni á fötum og bara hleypa meiri tísku í það. Ég ætla að fá þess að tala líka. Ég er að kenna í framhaldsskóla á fat- og textílbraut og ég myndi alveg vilja sjá bara að væri hægt að leigja föt á bókasöfnum. Það fara alla leið þangað. Nýja bara og þannig að þau fá tækifæri til að prófa alls konar föt sem þau myndu ekki kaupa sér kannski. Og svo myndi ég vilja bara að við fengjum bara sko vélarnar allar aftur til Íslands í að búa til bara úr hampi textíl og færum að bara nota okkar hráefni meira. Og ég veit að líka að það er verið að fækka fé svo mikið á Íslandi að það er bara, við verðum í vanda eftir 10 ár. Og með þess að erum í rauninni byrjun núna. Þannig að það þarf eitthvað að skoða, veist. Hráefnisframleiðslu. Hvað vilja fleiri segja? Ég held að ég hugsa mig 3 ára því að kaupi gallabússu næst. Já. Ég er svona voru mikið að nota fötin mín og hugsa vel þau og gefa dóttur minni og hef keypt notað en ég er alveg sjokkar yfir þessum 10.000 lítrum fyrir 1 par. En Anna Rós Parker, bara má ég spyrja því þú ert búin að búa lengi í New York og Bandaríkjunum. Er eitthvað allt öðruvísi viðhorf þar heldur en hér á þessu með að kaupa nýtt og... Það fer alveg eftir hópnum, manneskjunni. Það er náttúrulega, þú veist, fólk sem er með lítinn pening sem er að kaupa í svona hraðri tísku, svona H&M og eitthvað. Og svo er svona fólk sem er með meiri pening sem er að hugsa hönnuðavöru og er þá að kaupa dýrara. En það er oft náttúrulega að lifi lengur. Þá er það að gefa dætrum sínum eða endurselja það. Þannig að það er náttúrulega meiri nýtni í, þú veist, þessum dýri flíkum eins og bara að tala í kvöld. Og svo er náttúrulega alltaf mikið svona vintage og kaupa, þú veist. En þetta er náttúrulega svo stór fjöldi sem kemur inn í borgina og mikið af þeim eru túristar og túristarnir eru að kaupa hraðtískuna. Já. Ef það svarar spurningunni. Já, takk. Og fleiri, hvað takið þið með ykkur hérna? Það er orðið, ég bjó inn í líka, það er orðið ein viðhorfsbreyting þar að það er átak gegn loðdýrfeldum. Það er eiginlega bara hrætt á þig að þú ert í loðdýr, að þú ert í minkapels, þannig að þú ert bara fyrirlitin ef þú sést í slíkri flík og... En ef maður er með gervi eða eitthvað, þú veist, eldgamalt á tengdamömmu sinni,
Er það hérna, er maður líka þá? Já, það má vera í gerfi, sko. Ok, má vera í gerfi? Ég held að gerfi væri eitthvað sem að væri plast og væri hryllilega með... Já, ég nefndi þetta bara, en þarna er dæmi sko viðhorfsbreytingu gagnvart ákveðnum klæðnaði og textíl. Dæmi þetta, þú veist, feldur eins og leður, þetta er rosalega slitsterkt efni sem endast bara endalaust og með gerfipels, hann alltaf bara, þú veist, það er svo mikið af mikróplasti sem að fer úr svoleiðis, þú veist ekkert hvernig þetta var gert og hvaða litarefni einhvern veginn. Þannig að það er alltaf, þess vegna er ekkert eitt svar eða engin ein lausn. Þetta er alltaf einhvern veginn á veg og meta. Nei, ég nefndi þetta bara að þarna tókst allan einhverjum hópi að hafa áhrif á einhverja kaupandi varði að þetta ágæti en ég er ekki að tala bara að þarna tókst að koma með einhverja vakningu og við. En ég segi bara, ég sé með gerði feltir í Ameríku, þú veist ég að þetta. En það er líka spurningum sko þetta með veganisman, hvað áhrif hann hefur einhvern þá er það að nota gerðiefni meira. Já, veganismin er farin að hafa áhrif þannig að fólk notar gerðiefni meira, já. Hérna er ljónið minn. Mér langar bara að segja, ég er alveg samanlega sko, unga fólki finnst það rosalega flott og mér finnst það alls ekki hallarslegt að kaupa nota eða fara í loppuna eða neitt. Og þá er bæði, sko, ég á 4 börn á aldrinum 16 til 28 ára og það er bara mjög, þú veist, mikið fara í að kaupa nota og það er alls ekki neitt hallarslegt til það. Og sko, ég á 3 dætur, það er bara allar að ganga í fötum með mér og skóm og það var einn jólamynd þar sem bara þar voru allar í kjólum að mér. Þannig að mér finnst þetta rosalega flott. Og en það er eitt sem ég var að því vorum að tala áðan með að mennta og það sem er kennt hérna í grunnskólum og framhaldsskólum að ein af dætrum mínum bað saumavél fyrir nokkrum ára síðan því að henni var svo spennandi breyta fötum og vera að búa til og eitthvað svona og fékk saumavél í jólagjöf og byrjaði svolítið en svo bara kunni hún ekki og við vorum að leita námskeiði og ég var einmitt sá hérna hjá henni Siggu en það var bara, þú veist, það var bara fullt, það var erfitt að komast að, hún komst ekki að og svo einhvern veginn svona dvína þessi áhugin en ég held að þetta væri líka, við þurfum að kenna þeim að þá að geta nýtt og kunna þannig að og annað líka, að þið voru líka að tala þú veist að tala áðan með kostnaðinn á því líka einn dóttir mín sem er með lítil börn að hún var sko, ég er með gamla barnavagnin sem ég er svo æðislegur og ég er að geyma fyrir öll barnabörnin en dökkin eru ónýtt og ég vildi fara á stofuna sko að einmitt bara fá ný dekk eða láta gera við sko en þá bentum mér á barnavagn og þetta var reyndar ekki á Temat, það var á Amazon en það voru einhverju tilboð sko svo ódýra, hún sagði að eru miklu dýrar að gera við þannig að það er alveg punktur en mér finnst alveg hjá ungu fólkinu það er áhugi og það er alls ekki hallærislegt heldur bara skemmtilegt að ganga í gömlu fötum og ég er svo til gaman, ég var að breyta nefnilega brúðakjólum móður minna sem er rúmlega 70 ára gamall til að hann passi á mig og bara ég er rosa lána með það. Frábært. Og líka þetta þegar unga fólki kann að sauma eitthvað að breyta, það líka eflir svo sjálfstraust og ég vissum að getur dreigið úr kvíða. Ég vissum það. Sálbætandi og hvað er hljónum minn, gjör svo vel. Ég ætla bara að bæta að því að þetta er svo rétt að þau þurfa að kunna allan að þræða svona grunninn, bara að kunna á maskinuna en svo líka langum að segja að því varst nefna bókasöfnin að ég upp í Árbæjarsafni þá er þau með overlockvél og venjulega saumvél og maður getur komið þangað og breytt fötum og þau hafa verið með svona kvöld til að kenna þú veist þeim sem kunna ekki á saumavélarnar þannig að bara kíkja upp í Árbæjarsafn og já þú veist þannig að og þú getur bara komið þangað bara þegar þér hentar sko. Já, Árbæja bókasafn, já, ekki Árbæja safninu. Nei, bókasafninu, fyrir ekki, já, Árbæja bókasafni, Árbæja safni líka frábært samt. Árbæja safni er frábært og einu sinni satt gömul kona þar og var að sýna grunnskólabörnum í Árbæja safninu hvernig var unnið og spunnið og svona í gamla daga og hvernig föt urðu til og svo sagði hún, henni fannst svo skemmtilegt að einn krakkinn sagði á eftir, já, mikið var gaman að sjá hún Gunna var að sýna okkur hvernig það var að rokka. Gunna, gamla rokkar. En heyrðu, við hefum 4 mínútur eftir, 1 mínúta mann. Hvað lausnin og hvað takið þið með ykkur héðan? Lausnin er bara að kaupa minna og, nei, ok, það er ekki eins og lausnin. Lausnin er bara okkur að þykja meira á væntu fötin okkar. Punktur, held ég. Og, þú veist, fólki sem býr það til og þú veist, plönturnar og dýrin sem að útvega hráefnið líka. Já, ég er bara svo sammála og mér finnst líka að svona, þegar að maður er búinn að setja eitthvað í verkið, maður er búinn að gera eitthvað sjálfur með höndunum, þá verður það svo miklu svona dýrmætara fyrir manni, maður fer betur með það, maður bara er ánægður með það og miklu meira heldur en eitthvað sem maður er að kaupa
nýtt og unga kynslóðin, hún klárlega bara að gera mjög mikið rétt og greinilega framtíðin í þessu öllu, vonum við. Freyr? Já, ég ætla að koma útla svona leðilegt. Georg Bjarnfreðarsson svona svar, það þarf bara að breyta skattkerfinu, sko. Ok, já. Það þarf að fella virðisaukaskatt af viðgerðum á textil og fötum og það þarf að setja úr húsleikat á föt og það þarf að skósmiðum og í rauninni öllum bara svona sem kemur á hringrásar, hvort sem það er textíl eða ekki. Já, og það þarf bara að setja kolefnisskatt á nýföt, sko. Þannig að það er úrvinnslugjald og sleppa vaski á viðgerðum og setja íþyngjandi gjöld á. Já, bara refsivöndur, íþyngjandi gjöld. Já, það er bara að rétta kerfi við, þú veist. Já, rétta kerfi við. Og þannig að ef ég tek þetta saman, ef ég mætti bara nefna 3 punkta sem er lausnin sem hér hefur komið fram, það er eins og þið nefndið á margan máta og mjög góðan átt, byrja á grunninum, leiðin liggur í skattkerfinu eða gegnum skattkerfið með refsivöndin og skynsemina. Og gulrætur. Og gulrætur, já, og afturhvarf til fortíðar, þar liggur framtíðin. En við höfum held ég fullt af hugmyndum og getum farið bara glöð í burtu, er það ekki? Klukkan er 7 og fyrir hönd Hannesar Holts þá bara þakka ykkur kærlega fyrir komuna og ykkur fyrir frábærlega fræðandi og bara gefandi umræður. Takk fyrir mig. Ég ætla bara að þakka ykkur öllum fyrir komuna, ykkur sérstaklega og ykkur öllum hér og ég ætla að nýta tækifærið að minna á næsta fund sem er á sama tíma á miðvikudaginn í næstu viku og þar ætlum við að ræða matarsóun. Já, og minni líka á spurningalistan. Við viljum endilega vita hvað ykkur fannst fundinn.